Tónlistarmaðurinn Friðrik Ómar Hjörleifsson telur að hann fái ekki að koma fram á árlegum jólatónleikum eða öðrum uppákomum með Fíladelfíukórnum vegna þess að hann er samkynhneigður. Hann segir að einstakir safnaðarmeðlimir líti á samkynhneigða eins og holdsveika. Vörður Leví Traustason, forstöðumaður Fíladelfíu, undrast þessar fullyrðingar. Friðrik Ómar hafi aldrei sóst eftir því að hann fái að syngja á tónleikum Fíladelfíu safnaðarins. Þóra heyrði sjónarmið þeirra beggja í dag. Ég hef náttúrulega rauninni óskað eftir því við kórstjórann og sýnt gríðarlega mikinn áhuga að taka þátt í einhverjum uppákomum hjá þeim og hef rætt það mikið við fólk þar inni sem eru ágætisvinir mínir. En þeir hafa gefið mér þá skýringu að það stoppi á einhverjum nokkrum einstaklingum sem sjá það ekki fyrir sér að ég stígur á svið út af samkynhneigð. Hefurðu fengið skýr skilaboð frá söfnunum eða frá Fíladelfíu að þú sért ekki velkomin? Ég hef aldrei rætt það beint við Vörð eða stjórnina en ég segi nú bara, verkin tala svolítið. Ég hef allavega ekki séð að gerast og ég hef séð það bara í svörum frá Verði að það liggur alveg í augum uppi að hann kærir sig ekki um það. Hefurðu fengið einhverja aðra staðfestingar sem að styðja þennan grun þinn að þetta geti verið ástæða þess að það hafi ekki komið fram í kórnum? Já, ég hef gert það bara í dag eftir að þetta komst í fjölmiðla. Þá hef ég fengið pósta frá meðlimum úr söfnuðinum sem að hvetja mig eindregið áfram og segja þetta vera raunina. Meira segja ég fengið að heyra þá orða að þeir líki í rauninni samkynhneigða hreinlega bara við holdsveika. Og mér finnst ótrúlegt að árið 2009 skuli þetta viðgangast. Friðrik Ómar hefur lýst yfir miklum áhuga á því að koma fram hér á jólatónleikum. Er það eitthvað sem kemur til greina að leyfa honum? Alveg fyllilega til greina, en það hefur ekkert komið til tals. Hann hefur aldrei beðið mig að fá að syngja í kórnum. Hann hefur aldrei komið á málum, ég hef aldrei talað við hann. Þannig að það sem hefur verið að segja núna á ekki verið aukast því frá minni hálfu. Hvernig tekur söfnuðurinn á því þegar að samkynhneigðir óska eftir að koma hér fram? Við viljum taka á samkynhneigðum alveg eins og við myndum vilja taka á öllum öðrum hópum þjóðfélagsins. Við viljum sýna þeim vináttu eins og öllum öðrum. Við viljum taka utan þau. Við erum ekki með fordóma gagnum þeim, frekar öllum öðrum. Við viljum hjálpa fólki og það er það sem við stöndum fyrir. Við viljum taka þeim eins og Jesús myndi taka þeim. Þannig að það er engin munur á því hvort að fólk er samkynhneigt eða gagnkynhneigt að fara að koma hér fram á þessum tónleikum? Já, þú veist, kynhneigð skiptir ekki máli, en það er lífernið, númer 1 og 3. Og er einhver munur á því lífi sem að samkynhneigðir og gagnkynhneigðir lifa? Ég vona ekki. Af því þú talar hreint líferni og það er það sem að þið settu sem svona forsendu fyrir því að fólk kæmi hér fram. Já, og það er bara líka framhjáhald, þú veist, og nefndu að baktal. Ef að sóknarbörn hér koma fram og koma út úr skápnum með sína samkynhneigð, er því vel tekið hér eða? Ef þau leita sér hjálpar, ef þau vilja fá hjálp, þú veist, sama hvað það er. Hjálp við hverju? Já, ef þau vilja ekki að lifa þessu lífi, segjum það. Hvaða lífi? Að þú varst að spyrja mig samkynhneigð. Já. Ef þau koma út úr skápnum og þeir láta vita af því og leita til mín. Þú veist, en er það vandamál þá frá þinni hálfu ef að fólk leitar? Nei, það er ekki vandamál.